einhver mann úti, vonandi. Það mánudagur, klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafði göngu sína þennan mánudaginn og eins og alltaf mánudagum að setja hann beint á móti með hann. Björn Bragi, vertu velkominn. Takk fyrir. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Ég rosalega góður í dag. Eða ekki? Jó. Myndirðu segja mér að þú væri ekki góður? Já. Ég held það. Myndirðu opna eitthvað? Já, eða þú veist, svona upp að vissu marki. Já. Þangað til að færa að vera óþægilegt fyrir þig og hlustundur. Þannig þú myndir kannski segja að ég hef verið betri. Já, ég hef verið betri. Já, en þú ert helferskur í dag. Já, það er engin ástæð annars. Nei, við erum með svaðalegan þátt og ber þar hæst að við erum að fara að fá Hollywood-stjörnu hingað í stúdíóið. Já. Og það Bam Margera úr Jackass sem vist orðin eitthvað svona nettur Íslandsvinnur. Já, hann búinn að vera talsvert mikið hérna. Hann ekki að fara að gifta sig hérna og eitthvað svona? Ég reyndar voða lítið inn í því, sko. Já, þú ert ekki að followa hann, hann á Twitter eða? Ég veit það ekki, sko. Ég þarf að tekka því. Já. Allavega þá hann búinn að vera hérna mikið upp á síkastið og vist með hljómsveit og eitthvað, ég nú ekki hlusta á tónlistina þeirra en? Nei, ég reyndar, þeir voru með eitthvað tónleika og þá mætti ekkert margir þar, sko. Nú, ok. Held ég. Hvar voru þeir tónleikar? Þeir hafi bara verið spott í Kópavogi. Já, ekki, skulum ekkert vera að rifja það upp eða þá. Nei, prófa það samt. Ekki fara að bakka hann á því. En hann á leiðninga og það gaman að fá svona Hollywood-stjörnu í stúdíóið. Já. Og ætlum við að ræða við hann Jackass og bara ég var líka til að spyrja hann bara svona úti í Hollywood. Ég held að hann sé mjög opinn þessi gaur, sko. Já. Spyrjum hann bara hvort það sé einhverju svona douchebags hann úti og hver svona leiðilegastur í Hollywood. Hann örugglega til í að tala það, sko. Já, ég held það nefnilega. Og þannig að það verður stemming, svo flottilega-keppnin eins og alltaf á mánuðdögum, hún á sínum stað, netmisnotkunin, sturla staðrindir og þetta allt hérna. Já, það eru fastir liðir eins og venjulega, þið þekkið þetta kæru hlustendur. Svo vil ég minna alla sem á Selfossi að nú verið að tjekka á talent. Já, þar, hæfileikum. Er það í gangi akkurat núna? Já, byrjaði bara núna klukkan 4, ég geti bruna ánga klukkan 6, strax eftir þátt. Hversu lengi verður það? Þetta bara þarna ég held að þetta Tryggvaskáli. Já, Tryggvaskálið þarna við Ölfusárbrúna maður. Já, þetta er þannig. Já. Þannig að það að gera ef þið eru á Selfossi og kunnið að dansa eða syngja eða eru með gott gæludýragrín. Já, eða bara spila á tennur, þá endilega hendið ykkur í Tryggvaskála. En uppistand? Uppistand líka í þessu, sko. Er það? Já. Já, það verður skemmtilegt. En það mjög skrítið samt, sko, ekki það alltaf að fara ef þú ert góður uppistandri. Já. En svona þú ert að fara í svona auditions, þegar þú ert með uppistand, það þarf til að vera með fullan sal af fólki. Algjörlega. Algjörlega. Mjög steikt að vera kannski bara með Bubba og Þorgeiri Katrínu og svona vera að taka stand-up, sko. Taka Bubba grín. Já. En að endilega hendið ykkur í það kæru selfisingar og bara þið sem að búið þarna í grendinni. Hvernig var helgiðin, Bjössi? Hún var bara rosa ljúf. Ljúf og fín? Já, bara góð. Ég bara fórum víðan völl. Já. Ég var að segja brandara og syngja og skemmta á sjálfum mér og öðrum. Já. Og svo grét ég mig í svefn. Já, ég grét mig í svefn á laugardaginn. Ég vissi sviðbjörn. Ég var nefnilega að spá hvort það ekki taka bara sér inn kom ég að ræða fótbolta eftir. Þetta fara að leggjast á sál mín, sko. Já, við þurfum að taka góða innkomi þá eftir. Þá förum við vel yfir allan enska boltan. Já, ég vil eða ekki ræðan en jú, við getum tekið innkomi en eina sem ég ætla að segja líka að ég bið alla hérna að pullar afsökunar á hegðun minni síðustu ár því að nú veit ég bara hvernig þetta maður, þetta ekki lægi. Ég segi bara eins og ég sá á Twitter einhvern veginn daginn, ég fíla lagið með M&M þar sem hann reiður. Já, það þetta, Berserk og loksins fá hann reiðan. Já, þetta svona old school M&M. En það komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég má getið spakkandi ykkur, kæru hlustendur. Ég ætla að byrja á Miley Cyrus, það endalaust ritað þá stúlku og hún ég veit ekki bara hvort hún sé að fara yfirum því að hún var nakin framan á Rolling Stones. Já, hún með strípinneigð. Já, herru, sérðu þessa mynd hérna? Hérna var hún að mæta hátíð, sérðu þetta? Já, þetta bara, sko... Nei, þetta svona... Er það aðinn eða? Nei, þetta svona nærföld, sko, en þetta ekki einu svona eitthvað sexy eða flott, sko. Nei, þetta bara ógeðslegt. Hver mætir á velunahátíð bara á nærbuxum og hún veist, þetta bara undirfull. Já. Hvað að henni? Svona grínlust, ég að skoða þessa mynd núna. Miley, hvað að þér? Hvað að þér þetta, Miley? En hún var í viðtali hjá Rolling Stone þar sem hún viðurkenndi að gras væri það besta sem hefði komið fyrir hana. Miley? Weed, já.
og sagði líka í viðtalinu að hún elskaði að dansa á Molly sem eitthvað eiturlyf sem eitthvað voða vinsælt og stjórnunum á það núna en hataði kókaín. Hún Molly neytandinn sem að Monitor tók viðtalið daginn? Það var flott viðtal. Þannig, jésús. En hún Molly Cyrus. Og ég skil ekki alveg svo með það, ég rætti það nú við Jón vinn okkar daginn með þetta viðtali í Monitor. Og okkur verið eins og með Miley Cyrus, nú hún það eru úrlingstúlkur sem að dýrka hana, okkur verið að bara hafa þetta eftir henni, bara viðbjöður. Ég veit ekki alveg hvað að gerast hjá Miley. Það verið að auglýsa eiturlyf við það. Vinkonu okkar. Nei, hún í tómurugli og hún með þess að viðurkenna það. Já, nei, var þetta einhver auglýsing, þetta eiturlyf að viðtala þann daginn? Nei, mér finnst bara, þetta var bara vont á allan háttengum. Og alveg svo mér finnst vont að hún sé eitthvað að ræða Hún það bara kortir síðan hún var Hannah Montana, sko. Já, það akkurat máli, hún 20. Það eru lítil börn að horfa á það, sko. Já, hún líka bara gríðarlega vinsæl hjá úlingum og svona, ég skil ekki alveg svona rugl. Það líka asnalegt að finnast eiturlyf kúl. Það bara viðbjöður. Mér finnst ekkert ógeðslega. Heyrið það, krakkar, ekki reykja krakk og ekki hætt í skóla. Það akkurat málið. Það hefur alltaf verið boðskapur FM 95 Blöð. Hættiði að reykja þetta helvitis krakk og læriði fyrir samrættuprófin. Og verið dugleg í íþróttum. Svo næsta slúður, það af henni Katy Perry. Ertu Katy Perry aðdáandi? Nei. Hún var líka í viðtali og var að opna sig og segir að skilnaðurinn við Russell Brand sé erfiðasta sem hún hefur gengið í gegnum og hugsa hann sjálfsmorð þegar þau voru að skilja og sagði að það voru mjög langt niðri. Það naumast. En sé öll að skána í dag og ástæðan fyrir skilnaðum var víst að hún vildi fara að eignast fjölskyldu, eignast börn og stofna fjölskyldu. En Brandinn var ekki alveg tilbúin í það. Nei. Hann svona nett, ég reyndar minnst hann fyndinn en hann svona nett rugl. Hann svolítið krakki Já, þannig að hann var ekki tilbúin að fara að settle down eins og stendur hérna. Nei. Og nýja lagi hennar Roar, það nú í spilun hérna, þar segist hún vera svona að fá útrás fyrir þessu öllu saman. Ert þú Katy Perry fan? Nei, eiginlega ekki. Nei. Engin gríðalegur allavega. Mér slæði þetta I'm wide awake. Rosalega leðilegt. Já, hún á ekkert svona eitthvað lag sem að mér stæði alveg gegja, Mér fannst fyrsta I kissed the girl and I liked it. Það var gott. Og líka sexy vídeo. Já, það var mjög gott. Sexy vídeo? Já, hún var sætt í vídeónu. Svo það Það varstu bara stundum mjútaði bara myndbandi og horfa það? Ég horfði bara myndbandi. Hlustaði ekki á lagið. Nei, þetta var fínt lag, reyndar. Svo það í lokinn, þá það Modern Family, en nú verið að skoða að taka svona spin-off úr þeim þáttum. Já. Og það með þess að vera að gera könnun hvaða fjölskyldu myndur vilja fylgjast með ef það kæmi spin-off eða hvaða liði. Og þetta er svolítið erfið spurning. Það ekki hommarnir? Jó, en samt ég dýrka pappan hann að Phil. Já, hann reyndar. Já, það örugglega frekar hann. Það samt, og mér finnst hommarnir aðeinsleir og svo, þetta virkar þetta ekki bara því að þau eru öll svo góð, einhvern veginn. Jú, ég held það. En eins og Joey, manni fannst hann voða fyndinn. Það var ekki gott. Ekki gott, það var ógeðslegt. Ég verið reiður í hugsun til þá þetta. Já, ég horfði samt á alveg heila seríu, Ég líka, og það böggar mér svo rosalega. Mér finnst það bara, þetta tími sem ég fæ aldrei aftur. Þessi þætti voru horfið. Já, ég hafði ekkert að gera á þessum tíma, það var alltaf leið fyrir mig, Já, ekki það, ég var svo mikið að missa hann innu. En þannig að þú myndi vilja, Phil og fjölskyldur hans rosa svona típisk sjónvarsfjölskylda. Það svona The Wacky Dad og svona, þú veist, mamman sem svona svolítið stressuð við hlutunum og eitthvað svona. Með allt á hreinu og svona. Já, akkurat. Svona pínu King of Queens, Everybody Loves Raymond og svona. Simpsons, þetta er svona típiska formúla, Og svo krakkarnir svona eitt gáfaður, eitt svona heimskur og viltur. Ég held ég myndi vilja homana. Það er velja þátt. En mér finnst svolítið svona Cam og hvað er það? Cam og hérna Mitchell. Já, Cam og Mitchell. Já, Cam náttúrulega er einhver skemmtilegasti karakter. Hann er stórkostlur, við dýrka hann þessu. Já. En það er líka fyndinn gaur, leikarinn, Já, hann er ekki samkynniður í alvöru, en Mitch er það víst. Já, og samt leikur hann miklu íktari. Já, hann er einhvern veginn trúverðuri sem hommi. Já. Heldur en hommi sjálfur. Já. En þú veist það er að koma spin-off úr Breaking Bad. Með honum Saul. Já, löffræðum. Heyrðu, var ekki síðasti Breaking Bad þátturinn í nótt? Í gær, jú. Ertu búinn að horfa á hann? Nei, ég er að bíða eftir hann komin á vottið. Já. Ég er Ég tímilega ekki að horfa á hann. Að ég segja þér hvað ég er að fara að gera. Hvað? Ég er ekki búinn að horfa á hann heldur það? Ég er ekki búinn að horfa á neitt af þessu nýjasta dóti. Já, á alla 8 þættina eftir. Veistu hvað, veistlu átt inni? Ég veit það. Þetta er yfirbræð besta sería. Ég er líka að fara að læsa mig inni. Ég að horfa á þetta þetta aft. Og svo ætla ég að háma í mig með að maður ekki gera það.
Við þarfum hverju þáttinn. Þetta var slúðurpakki dagsins hér í FM 95 Blu og ég vil aftur minna fólk á Selfossi ef þið eruð á rúndunum og eruð með hæfileika, endilega hendi ykkur í Tryggvaskála og já, takið þátt í Ísland gott talent eða hæfileikakeppni miklu að gera að tjekka á því. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo styttist í gest þáttarins sem Bam Margera, Jackass stjarna. Við erum líka að fara í sturlaða staðarindir, flottulega keppnina og já, bara allan pakkan. FM 957 kynni Happy New Year About Time I love your eyes Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British Jón Stæl. You can travel in time. Frábær rómantísk gamanmynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Never bring a present smaller than the child. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 3. október. Oh, shut up, you smug. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. About Time. Frumsýnd 4. október í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren Geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Vantar þið bíl? Auðvelt kaup á næstu því 9 bílum. Afísbílarnir eru komnir á bílasölu Reykjavíkur. Bílsöða 10. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu heldur áfram á Stöð 2 Sport. Arsenal mætir feikisterku liði Napoli. Kolbeinn Sigþórsson og félagar í Ajax taka á móti ítölsku risunum í AC Milan. Og Manchester City mætir Evrópumeisturum Bayern München í risaslag. Meistaramörkin verða á dagskrá í lok umferðar. Tryggðu þér besta sætið í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blu. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM 957. Ellie Goulding hér með Burn. And we're gonna let it burn. Þeir að hlusta á FM 95 Blu. Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Styttist í gestátturinn sem er engin annar en Bam Margera, Jackass stjarna. Hann er rétt og mættur hingað í stúdíó til okkar. Og já, talandi Hollywood stjörnur, Björn, að þá var að gera lista yfir, hérna stendur 10 manliest movies ever. Já. Það er svona karlmannlegustu myndirnar. Ok. Og já, þar var í 10. sæti Gladiator. Já. Sem geggjuð. Are you not entertained? Mér langar að horfa hann í kvöld. I am Maximus Merciful. Ekki þetta að vera það flott hjá þér. Ég er bara að munna núna hvað langt ég er. Father of a murdered son. Husband of a murdered wife. Djöðn er það maður. Svo í 9. sæti er það... Það er nýja komedi mitt að Hermundur Russell Crowe. Það var að vera eftirherma. Í 9. sæti er Seven Samurai. 8. sæti er Rambo, First Blood Part 2. Svo kemur The Wild Bunch, svo Enter the Dragon. Í 5. sæti er The Expendables. Já. Ég held að hún heiti ofar. Það er bara testosterón bara... Hún er kannski á 9. Já, kannski. Svo er Predator í 4. sæti. Bíómyndin 300 í 3. sæti. Ég hef ekki enn séð hana. Nei, ekki heldur. Og einhvern veginn er ég ekkert svakalega spennt fyrir henni. Nei, ekki heldur. Myndin sem er í öðru sæti er mynd sem ég held að vera í 1. sæti. Það er Fight Club, sem er geggjum. Sennilega bara einn besta mynd sem ég sé. Og svo er myndin The Dirty Dozen í 1. sæti. Já. Ég hef ekki séð hana. Ég veit ekki hvað mynd það er. Nei, kemur óvart að, mín uppáhaldsmynd er ekki hana, Goodfellas. Ég held að hún væri nú alveg svona kallmannleg. Dirty Dozen er frá 1967. Já, ok, er þetta eitthvað vestri eða eitthvað? A US Army major is assigned a dozen convicted murderers to train. Ok, vantar líka Con Air og The Rock. Vantar fullt af myndum hana? Það vantar fullt af myndum. Já, hver er svona kallmannlegasta mynd sem þú hefur séð, Björsi? Hver er besta mynd sem þú hefur séð? Hvaða mynd besta myndin, maður? Það er rosa klísjulegt að segja, en mér finnst Shawshank Redemption frábær. Já, það er eiginlega ekki hægt að horfa fram hjá henni, sko. Nei, svo náttúrulega er svona... Svo er ég svona, þú veist, myndir sem er í miklu uppáldi, eins og til dæmis American Psycho. Mér finnst þú svo geðveikt skemmtileg. Ég áttum að láta hún er ekkert besta mynd í heimi, sko. Nei, það er sama með mig og Cable Guy.
Í dyrkan, sko. Já, Veinsvöld líka. Já, ég er samt að landsinu horfa á Veinsvöld. Það er svona mynd sem ég finnst endalaust fyndin. Ég held að sé líka þegar, ég held ég að bara svona, bæði er hún náttúrulega geðað fyndin, svo held ég að ég hort bara á hana á réttum tíma sem krakki, sko. Já, það var ég líka. Og bara einhvern veginn svona, þú veist. En heldur hún eldist vel, Veinsvöld? Ég hef hort á hana, það er svona nokkur ár síðan, en þú veist, en já, hún eldist vel, sko. Ég sá þarna með honum vinn okkar, Love Guru, með Mike Myers. Já. Bara mesti horfbíða sem ég sé maður. Já, Turtles eldist ekki vel. Wow, shocker. Var hún einhvern sem var góð við það? Já. Ég elskaði Turtles myndar þegar ég var lítill. Er það málið? Ég var aldrei neitt gríðalur, var ekki eitthvað rotta svona með þeim alltaf eitthvað? Splinter maður. Splinter, já. Ég var aldrei neitt Turtles aðdandi, sko. Eru þú geggjaðir? Já. En þá veitum við það að... Og þar var náttúrulega upprunalegi Shrek. Skrekkur. Já, vondikallinn. Já, ok. Maður ekki eftir heilanum. Nei, hvað? Það var svona heili í formalíni. Þú er bara eins og eitthvað rosalegur aðdandi. Ég sko, brjálaði Turtles aðdandi. Ég man ekki svona hvað héti, Michelangelo, Raphael... Donatello og Leonardo. Já, sorry. Gæði ykkur. Það er hvað, pappin að teikna þetta? Donatello, hann var með fjólublátt, hann var með prikið, hann var uppáhald hjá mér. Leonardo var blái. Hann var vinsælastur. Já, Leonardo var blái, hann var með sverðið. Já. Raphael var rauði, hann var með svona einhverja svona, þú veist, hnífa svona, eða svona eins konar hnífa. Já. Og Michelangelo var appelsínugulur, hann var með svona kilfu með svona einhverju keðju. Nunchucks. Nákvæmlega. Ég held að hann hafi verið svona minnst vinsæll. Já. Donatello var líka svona, þú veist, það var svona svolítið, þú veist, hann vildi mikið að pítsu og hann var svolítið svona kærulaus. Svona nettur. Já, alveg, það var ógætla fyndin í myndinni. Það ertu ekki lagið með því, maður. Always want you. Hún vil helst vera nakin og heitir Miley Cyrus. Og þetta er lagið Wrecking Ball. Mér finnst þetta þetta fínasta lag hjá henni. Hún er náttúrulega ágætist tónlistarmaður. Já. Tónlistarkona. Er þetta ekki allt samið fyrir hann samt? Er það máli? Jú, ekki. Já, örgulega. Syngur það vel allavega. En það er komið að netmisnotkun hér í FM 95 Blö. Og já, það er nýtt fórnarlamb hjá okkur í dag, Bjössi. Já. Það er ólíkir hún oft lent í þessu. Og er mjög óheppinn þurfum að draga. Já. Og svo hafa Brynja Már verið og fleiri. Grandarinn. Vala Grandir, já, reglulega. Grandasjan. En nú er það, já, hvað segir maður? Glaðasti köttur í heimi. Já, fjöllistamæðurinn, Maggi Mix. Já. Sem varð fyrir valinu og ég er komin hérna inn á Facebooki hans. Og ég ætla nú ekkert að fara eitthvað allt og langt til baka. En, já sko, hér setur hann 23. september, setur Maggi Mix inn. Ef þú ferð á grímuball, klættur sem armbandsúr að ofan, verður og sem jarðarberað neðanverðu, þá verður þú úr að ofan og berað neðan. Nýst þetta gott. Þetta er bara... Þessi er fínt, sant? Já, hendið brandar þetta fyrir okkur. Úr að ofan og berað neðan. Já. Mér finnst hann í alvörnu góð. Já, þetta er alveg... Mér finnst þetta eiginlega frábæri hugmynd. Okkur talar við mig eins og mér finnst þetta ekki gott. Ég held að þú væri að fara að segja eitthvað svona sem ekki fyndið. Já, ok. En svo fannst mér það... Ertu ekki að fan of Maggi, eða? Jú, mikill. Við vorum í deilum hérna daginn þegar Glaðasti köttur í heimi og hún spilaði það. Já. Ég var að segja hvað verið frábært lag og góð tónsmíð og þú varst ekki hrifin að því. Nei, ég var ekki hrifin að því lagi, ég viðurkenna. Já. En ég er alveg huge fan samt. Ok, gott. Og þá erum við báðir fan. Já, hérna kemur svo 24. september, þá setur Maggi Mix inn. Kærasta mín var alltaf í vinnunni, bæði á mótnana, daginn og kvöldin og jafnvel nóttina. Vinur minn spyr mér ekki leiðilegt þegar konan er alltaf í vinnunni. Ég svara, nei, það er það besta sem hún gerir. Og hvað vinnur hún við, spyr vinur minn. Ég svara, jú þetta, handjob. Já. Það er ekki alveg uppsterkur í honum kannski. Aðeins að klika þetta. Henni ágætist bara hvað er þessu? Svo kemur þetta var svo óvænt punchline og ég sem grínisti get sagt þér það að óvænt punchline það er líklegin að góðum brandara. Já, þetta var mjög óvænt punchline. Já. Svo setur hann 27. september, þá skrifar hann bara ég er glaðasti köttur í heimi. Já, hann hlýtur að fá mörgleika á það. Já, samt ekki nema 25 sko. Nú? Já, það er eitthvað minka lækin hjá honum. Já. Og svo setur hann bara inn, sko, kallinn er á lausu, setur inn vídeo af sér. Ok. Sem hann er að segja hann sé heitur, handsome og handlægin. Já. Þannig að hann er svona auglýsa á Facebookinu sem hann sé á lausu. HN3. Já. Þannig að, já, það er bara fínt fyrir stelpunar úti að vita það. Hann kallinn á lausu. Og þar tekur hann einmitt líka, sko, hérna, skrifar hann, þetta er bara í gær. Núna í gær.
Sko 4 og 4 há. Hvað ég væri til að kúra með sætri skutlu núna. Það væri svo mikil snilld. Nenn ekki að vera á lausu. Punktur. En góðir hlutir gerast hægt. Blikkall. Já, það líka rétt hjá honum. Það vel aðtöð hjá honum að sko, þegar menn að leita, þá finna þeir ekki neitt. En leiður hægt að leita. Hann fær 64 like á þetta. Já. Og byrjuðu hann var að fá 1 í viðbót núna. Já, ok, varst það smelli like? Nei, ekki frá mér sko, ég sé bara fólk greinilega að skoða þetta á meðan að við erum að tala þetta. Já, en hann er mjög opinn á Facebook, þú heyrir það bara. Hann er að tala hvað hann vilja kúra og... Já, fólk kann líka meta það, skilur. Já, fólk vill hreinskilni. Já, og svona, þú veist, gæja sem er ófeimin við að tala um tilfinningar sínar. Svolítið skemmtilegt að fylgjast með þessu. Nú sé ég sko lækin hrannast inn á meðan við erum að tala um þetta. Já, ok, þannig að það eru fleiri að kíkja inn á þetta. Já. Eru að hjálpa honum með það? Já, og svo sett hann hérna bara nýjasti statusin hans 1 like, 1 koss. Og það eru 26 búin að læka það, þannig að það eru 26 kossar sem hann skuldar. Hvað þýðir það? Ef þú lækar þá færi koss frá honum eða eitthvað svoleiðis? Ég veit ekki, ég ætla ekki að taka sensin á íta læk. Það einu sem ég veit. Það engin sens að teknir hér, en já. Svo verður fullt af myndum þarna á... Það stemming hjá honum, Magga. Það bara þannig. Já, það alltaf góð stemming hjá Magga. Já, og að skoða einhverja fleiri og segja þetta gott bara í netmisnótkunni í dag. Getur við spilað smá af Glaðastaketti inni? Nei. Jú, gerðu það. Af hverju? Af því að það er gott lag. Ha? Þú þarft ekki að spila allt, bara fram yfir fyrsta viðlag. Ok, verður núna alveg hreinskilinn. Ekki vera að grínast í mér. Þér finnst þetta ekki gott lag? Sko, þú veist, þetta er alveg hrátt, fattaru. Þú veist, hrátt, þetta er bara... Eins og við fórum yfir síðast, þetta er ekki, skilur, þetta er ekki einhverju Hollywood producers eða eitthvað svona, en það þarf ekki þegar að lagið er skemmtilegt og gott. Já, mér spáði ef að Bannmar gera núna í bílnum á leiðninga til okkar. Já. Og sko, þetta hérna byrjaði bara og hann heyrir að þetta er lagið sem er í útvarpinu. Já, hann er bara frábær tónlist. Sko, með fullir vinningur Magga. Þetta er líka svona útilegurslagari. Ég er svalur, ég er sætur, ég er nettur, ég er að fan, ég er mjúkur, en ég get bara ekki hlusta á þetta. Jú, bara fram með fyrsta viðlag. Bara fyrsta viðlag. Ég er með skott, ég er með ól, ég er með bjöllu, það er sól. Frábærar í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Áheyrnarprufur fyrir Ísland gott talent byrja á Selfossi í dag og verða í Borgarnesi og Höfn í Hornafirði á morgun. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í velun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. FM 95 Blö á FM 957. Það er hárrétt hjá honum, FM 95 Blö á FM 957. Það er Auðun Blöndal og Björn Bragi, en við erum komin með góðan gest hingað í stúdíóið. Það er, Jackass stjarnan sjálf, Bam Margera. Welcome, Bam. How you doing? We're good. How about yourself? Good, just been crazy busy, just, planning a wedding and a rock concert and getting shirts printed and books printed and CDs printed. We've been at the studio recording. So I've been in Iceland for about a month and a half now. You've been here for so long? Yeah. Okay. So why Iceland? Well, I've been coming here since 1999, filming my first video, CKY. And it's mine and Ryan Dunn's favorite place, and Ryan Dunn is from Jackass, who recently passed away. So I want to make this an annual thing and call it the Random Hero Festival. Okay. So this is the first run, and it's my band's playing, which is F-Face. I can't cuss, so it's F-Face Unstoppable, where I'm in CC Play, Kaleo, and Galti, the rapper, is going to do some songs. And but next year we're going to make it grow into 8 to 10 bands, and then maybe 20 next year, and just okay. Yeah. Nice. What kind of music does your band play? It's mainly rock and roll, but then I do this dubstep type song. It's called I Want to Bend My Dick Around the Back of My Ass So I Can Hump Myself. Okay, nice. That's the title of a Beatles song, right? Oh, yeah, big time. That's a very nice title. My mom owns that. So, you've been here for over a month, so you must really like it here. Your favorite country? What is it about Iceland that you like so much? It just it's like you're on the moon, yeah. and there's
I'm like a waterfall nut, so I drove around the whole city or the whole island to check out every waterfall and every like cool landscape, just to kind of scope it out for either photo shoots or music video shoots or just whatever. Okay. Probably all my listeners know you from the movie Jackass, which is huge at the movies and the shows. Is there anything on Jackass that you, shouldn't have done, or all of them? But there's nothing that's haunting you that, I shouldn't have done that. The things that I don't want to do is something that I don't know about. So it was a ruse for me to sneak up behind the director, Jeff Tremaine, with a boxing glove to punch him in the back of the head, which is called the Rocky. You splash water on one side and then punch him on the left, and they film it in slow-mo. So I think that I'm sneaking up on him to do that, but it was just a way to get me to fall into this 13-foot pit with 100 snakes in there, because they know I'm terrified of snakes. And it was just deep enough that I could not get out. Like, I couldn't climb out. So I'm like terrified. I cried for the second time and in the movie. So yeah, if had I known that was going to happen, I'd be on the first plane back to Philadelphia. Oh, okay. But is it with the Jackass movies, because they've been huge? Do you guys do you get well paid for these movies? Yeah, we all. In terms like Hollywood? Yeah, just because, I mean, the stupid stunts that we do, I mean, and most of the time it's not too expensive, like hopping in a shopping cart, getting pushed full speed into a curb, into a bunch of elephant poop, like that, so the movie probably costs $5 to $10 million to make, and then in the box office you wind up making $100 million. So, Jackass does really well. Have you been doing any stunts like that in Iceland? Yeah, I'm actually doing a new movie called Let's Go to Jail, and I'm going to be premiering that at the wedding. So you'll see live bands, and actually the ending of the movie that I'm filming is going to be this actual event. So I'm going to play what's leading up to this to everybody at the festival, and then once that's done, then what happens after that is going to be the ending of the movie. Okay. So so everybody who's there will be a part of it. Okay, nice. We will give some tickets later on in the show. Yeah. But, now in Hollywood, who is boring in Hollywood? Who's a douche? Well, what's the first name that pops into your mind? Probably coming from another person, Samuel L. Jackson. My friend waited when he was younger. He was like 15 years old. He waited on the red carpet for one of his movies for like 5 hours. He walks right by and he goes, "Hey, Samuel, can I please get your autograph?" And he just looks at him and goes, "No." 13 years later, to this day, he's still like, F Samuel L. Jackson, that piece of, just still Superman. If he would have just shut up and signed Samuel Jackson, then he would be like, Samuel's a cool-ass dude. But no, he decided to look at him and say no. And to this day, he still hates his guts to where he can't even hear that name. There's a video on YouTube. We were in a show called The Guys. Yeah. And we did an interview with Samuel Jackson, and I told him that I could impersonate him. And I went like, "You're my brother, and I love you." And he just sat there, and I just started sweating, and he didn't smile, he didn't say anything. You didn't find it funny one bit? Not one bit. I heard Russell Crowe is a real big ass as well. Okay, he loves Iceland, though. Does he? Yeah, he was here last summer. But ass is like Iceland, too. True. Like if somebody comes up and asks for a photo or an autograph, he's like, "I get paid to act. I don't get paid to sign autographs and whatever." It's just like, all right, idiot. So how are you to your fans? Do you always give them autographs? Yeah, I'm always, the only thing that's hard is going to like a public skate park, because there's always like a kid like, "Can you sign this? Can you talk to my nephew on the phone? He doesn't believe that you're here. Can I take a photo?" And like, you can't even break a sweat. So you're a dick if you don't do it. And if you do it, then you don't even get to skate. So you're in a no-win, So that's why I had to build my own skate park at my house so that doesn't happen. We're going to take one song. Can we do speed questions with you then? Yeah. Okay, nice. Fáum eitt lag og svo það hraðspurningar á Bammer Gera. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code.
Þetta er Lord hér með Royals í FM 95 Blu og við erum með góðan gest hér við Bjössi. Það er Jackass stjarnan á Hollywood. Já, leikarinn Bam Margera og hjólabretti á svona frægastur held ég fyrir líka hjólabretti. Já. Yeah, we were talking about you're an actor and you're a pro skater as well. Yeah. For Element Skateboards. Okay, that's nice. Is there a new Jackass movie coming soon? Do you know? Yeah, well, I wrote like pretty much the whole new Jackass thing, but I mean, Knoxville and those guys always write ideas, but like I have enough that's like a book already, so we definitely have enough ideas, and Knoxville's promoting his new movie Bad Grandpa at the moment, so yeah, I saw the trailer. When that's all finished, we'll probably get started really soon. Okay, do you remember an idea that was too crazy, that no one wanted to do? You know what? Out of the bunch, there's always somebody who's willing to step up to the plate. Like, you know, when somebody was like, who wants to blindfold themselves and, like Tom and Jerry, and light up a cigarette and wait for a bull to come and trample them? I'm like, not me. And Knoxville was like, all right, I'll do it. So there's always somebody that's willing. Yeah, the craziest thing that I saw in the movie was with the bull, with Johnny Knoxville. I mean, to do that. And that's something that I don't like to do because I like to do stunts that you're in control of. Yeah. Like, if I drop in on a vert ramp and slam into a brick wall, you could figure out a way to fall and not get so hurt and make it look cool still. But a bull with trampling over you and his big fat hoof landing on your face, you can't control that. So I don't like to do stuff like that. So are you ready for speed questions? Yeah. So it will help our listeners to get a little better to know you. Okay. So you can't answer wrong and you can't answer right. Just the first thing that pops into your mind. Okay. We'll start. Favorite food? Thai food. What's the best band of all time? Of all time? Oh, Van Halen. Best movie of all time? Groundhog Day. What's your favorite sport team? Philadelphia Eagles. What's your favorite candy? I've been avoiding candy, but I'd say licorice sticks. Have you been in a fight? Yes, recently. Did you win? Big time. What's your best fast food? Favorite fast food? I try to avoid that too, but I guess I'd have to say McDonald's. Favorite TV show? Always Sunny in Philadelphia. Who is the funniest in Jackass? Well, Ryan Dunn, I'd say. Who is the hardest to work with in Jackass? Chris Pontius, just because he has such ADD that he'll overanalyze stuff for a full day and we get nothing done. If you had to sleep with an animal, which animal would you pick? Kitty cat. When you go out partying, what do you drink? Usually hot tea with Jack Danielle in it. Okay, what do you put on your pizza? Pepperoni. Who is the most beautiful woman in Hollywood besides your woman? Angelina Jolie. Okay, there you have it. I like Groundhog Day, favorite movie. Yeah. Great movie. It's a good movie. And that's from it's from Pennsylvania. That's where they do that, where I live. But they actually filmed it in like Illinois. What's it called? Punxsutawney. Yeah, Punxsutawney, Pennsylvania. Do you watch football? I mean soccer. Do you watch like the English Premier League? I do, but you know, I'm kind of just so busy like being on tour and filming and editing that I never get a chance to actually sit down and watch it unless I'm at like a bar and it's on TV there. Yeah. Okay. It's been a great pleasure having you here. And thanks. Hopefully you will have a good time on Saturday. I know you will. Yeah, so everybody from Iceland is invited, and some of the proceeds go to building a new skate park in Iceland because they're plowing the one down as we speak. Right downtown, the concrete one. So hopefully we can cough up enough dollars to get started on a new one. Okay, nice. And we will be giving tickets later on in the show. But a real pleasure having you. Thank you for coming to our show. Thanks. Yeah. Þetta er svona talandi Bam Margera. Ert þú ekki íslenski Bam Margera? Er ég? Já. Nei. Jackass stjarna Íslands. Já, með nota 70 mínútum. Já. Já, við vorum nú með meira heldur en bara með okkur, sko. Nei. Þú varst bara eitthvað að láta eitthvað naut traðka þér og eitthvað. Það er, hefur þið séð þetta aðrið sem ég var að tala við hann með Johnny Knoxville. Það er bara ótrúlegt að maður skulle þóra. Þetta er bara,
He's got a death wish. En þið voru nú í smá svona Jackass stöndum á sínum tíma. Jú, það var að datt alveg inn. Hvað var að klikkaðasta? Klikkaðasta sem ég gerði? Já. Ég veit ekki, jú, örugglega þegar ég vaksaði með magan. Það var mesti viðbjóð sem ég lendi í. Vá, þú ert svo brjálaður. Hvernig þorðir í? Hvað þið bara að hoppa og láta nöyt stinga sér bara eitthvað, hvað er þitt klikkaðasta? Akkur sagðir það ekki við hann? Já, fyndi þú að tala um þetta með nöyti, að því ég vaksaði einu svona með magan. Ég veit nákvæmlega hvernig ykkur leið. En ég held að það hefur svona mest í sásengins mjög upplýð í þáttanum. Já, viðbjóður. Já. En annars var það eiginlega þannig, sko, Hugi var eiginlega svona okkar Jackass, ofurhuginn. Já. Hann tók, sko, Hugi á nokkur atriði sem að myndi bara pluma sér vel í Jackass-mynd, sko. Og Hugi er náttúrulega núna að tala um að koma með comeback. Já, hann ætlar að byrja með sína eigin þætti sem heitir bara Ofurhugi. Já. Ekki 70 mínútur en eitt. Já, svona spin-off í rauninni. Já, 30 mínútur þætti sem hann er bara að fýblast. Er hann ekki búinn að vera að safna hugmyndum alveg bara? Aldrei purr ég held að sé síðast það sem að, sko, ég fæ hann ekki eins og til að fara í guðlan íþróttagalla, sko. Hann klæðist ekki gulu, setur ekki gult bind á sig. En samt, þannig að hvað þá að byrja með sinn eigin þátt. Það var gaman að fá hann, svona, ég fíla myndinar og þættina hjá þeim, sko. Það hefur alltaf verið ágætis aðdáandi. Þetta var skemmtilegt og gaman að fá hann hingað sem gestur. Til minnst að fara núna í auglýsingar, svo er það, við hefum sturla staðrindir inni, maður. Já. Ég var búinn að gleyma þið. Og svo hefum við eftir að tala um Manchester United líka. Já, svo hefum við eftir að fara í flottulega líka. Þannig að fáum auglýsingar og höldum svo áfram með þessa veislu. Þetta er lífinn sjökinni. Happy New Year! About time. Love your eyes. Nýjasta mynd er Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British-Jón Stæl. You can travel in time. Frábær rómatísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Never bring a present smaller than the child. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 3. október. Oh, shut up, you smug. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. About Time. Frumsýnd 4. október í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Don't think of it as killing the president. Think of it as saving your family. Í kvöld á Stöð 2. Líf forsetans. Eða ástvina. I'm not gonna repeat myself. Hún hefur valið. I suggest you all listen very carefully. Magnaði spennuþættir með Toni Collette, Dylan McDermott og Tate Donovan var aðalhlutverkum. And no one will get hurt. Hostages, fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:10. I don't give up that easily. Stöð 2. Margfald skemmtilegri. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Eftir hvað í því að tala dónalega? Nei, ég voru lítið, sko. I don't understand. Talk dirty to me. Þú ert ekkert í því? Þú ert ekki þessi talk dirty típa. Hvernig típa er ég? Þú ert svona, you're a lover, not a fighter. Ég heldur að þú er blíður. Já. Ekki, við réttum það. Hey, skvís, er ekki allt í lagi? Hey, hvað er að? Það komið að sturlum staðrendum hér í FM 95 Blö. Yes! Og þær eru 10, þær eru sturlar og þær eru mjög góðar í dag. Erst þú tilbúinn, Björn? Ég veit það ekki, sko. Þetta er líka kostið við að fá hérna Bammar gera. Já. Að það búið svo mikið að gerast í okkur að við höfum ennþá sturla staðrendur. Þú segja að það sé búið að vera mikið að Bammar gera í þættinu. Já, þessi var bara, þetta er bara Magga Mix, þetta er það gott. Búm! Þetta getur komist á Facebooki hans. Já. Þá byrjum við bítanir. Hvað ætlar að Bammar gera í kvöld? Fyrir ekki það, halda áfram. Bítanir hættu að túra á sínum tíma því að þeir heyrðu ekki í lögunum fyrir öskrum lengur. Já. Græjurnar voru ekki nógu sterkar. Þetta minnum á þegar ég er að koma fram með uppistand. Já, þú heyrir ekki sjálfum. Ég heyrir ekki sjálfum með það hleyið svo mikið. Það er allt vitt. Það er bara, fólk er brjálað. Það bara hættir ekki. Það spáði það, heyrir ekki lögin út af látum. Þú voru hort á myndbönd frá þessum tíma. Já, þetta er bara ótrúlegt, sko. Það er bilun, sko. Það er að líði við fólk og það er bara piss í sig og bara bilast við að sjá þá. Já. Og já, þannig að þeir hættu að túra þarna og fengu svo betri græjur, las ég ekki það. Hefur þú upplifað þetta einhvern sem þeir eru að horfa á hljómsveit?
að sturlast. Já. Nei, það hefði, eini sensi minn hefði verið að fara á Michael Jackson þegar ég var svona 10 ára. Já. Þá hefði ég bilast. Já. Þá ég tilbaðan, sko. Já. Svo allir þessar stjörnur núna í dag, sko, þú veist, eins og Jackson og Bieber núna og eitthvað svona. Já. Það er svona, þau nota þetta, þú veist, það er svona eitthvað fengin upp á svið, svona. Já. Og það er svona, þú veist, Bieber heldur utan hann syngur eitthvað Only girl in the world, eitthvað svona. Og pían bara í einhverju meltdáni við hliðina, hann bara hákar átandi, skilur. Og allir bara, vá, hvað Bieber er æðislegur. Hann er svo góður. Erfiðasta sem þú gerir er að reyna að vera sama eitthvað sem þeir eru ekki sama Sturlu staðarind. Já. Vá, hvað maður þekki það. Já, ég veit samt eitt sem er erfiðara. Hvað? Það er að reyna að setja tannkrem aftur í túpu eftir að koma úr henni. Ég ætla að reyna að þryggja með heim í kvöld. Ég hef ekki prófað. Svo er það Abercrombie & Fitch, veistu hvað fyrirtækið er? Já, nema þú barst það svolítið skringilega fram. Hvað heitir það? Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, já. Þeir brenna öll föt sem þeir selja ekki. Því að þeir vilja ekki að séu fátækir í fötunum þeirra. What? Því líkir arsnafmaður. Þetta hljóma mjög skringilega. Já, þeir gefa engin föt. Já. Brenna þau. Ég man eftir að hafa lesið svona akkurat öfugt Fila-merkið. Fila-íþróttamerkið á sín tíma. Já. Að þá sko, einhvern veginn in the 90s, þegar svona, þú veist, hip-hop senan var í gangi og svona, þá gáðu þeir svona einhverjum flottum svona típum svona sem að voru kannski, Ég man að Gratill var auðvitað fyrir það. Já, þú veist, hann náttúrulega var ekki fátækur, en það voru kannski svona fátæki gauðrar sem voru svona eitthvað, þú veist, og þeir gáðu þeim Fila skó og eitthvað svona, til þess að þetta væri svona töff og svona rough að vera í Fila, fattarðu? Ég fíla það. Já, eins og verkið. Já, 80% fólks segist vera á leiðinni án þess að vera lagt af stað. Já. Tekur þú þann líka? Já, mjög mikið sko. Já, maður er alveg segur. Ég er lega sjúkur þegar kemur að ég að segja hvenær ég mæti sko. Ég held að þetta á ekki betur neitt heldur en Steinda Junior. Hann alltaf er sko, hann er svo langt leiddur. Hann er bara veikur. Já. Hann er einmitt bara, heyrðu, ég er bara leiðin, það er svona 10 mínútur í mig og þá er hann bara sko, þú veist. Þá er hann eftir að fyrir sturtu og svona alltaf dutta sig eitthvað í fram á, hvað er hann að gera? Hvað segir þú? Hann er alltaf dutta í andlitinu á sér eitthvað. Dutta? Já. Hvað er það? Bara svona eitthvað með puttun, eitthvað svona dutta í andlitinu á sér fram á speilin og er ekki að gera neitt. Og svona sleikja puttan og laga eitthvað. Já, sem að og þetta er alveg steikt. En samt getur maður ekki verið reiður út í hann. Nei, hann er það er ekki hægt að vera reiður út í hann. Hann er með svona likability. Já. Fólk sem er með háa greindaðistölu verður fljótt leitt eða bored. Já, það þarf að vera alltaf eitthvað nýtt að gerast. Það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt að gerast af þér. Já, mjög háa greindaðistölu. Já, þú reyndar ert með vannst ekki getur betur. Jú. Þú varst með mjög háa. Já, nákvæmlega. Og nú, ég fór nýja starrend, fljótu. Þeir byrja að leiðast. Já, mér byrja að leiðast. Það tekur 3 ár að kynnast mannesku alveg. Já. Og svo stóð það undir ekkert verið að gifta ykkur fyrir að eru að kynnast mannesku alveg. Ég held að það sé reynda fínt ráð. Já, 3 ár, ég ger svolítið til í því. Þá má svona fann að kynnast alveg manneskinni. Bandaríkjuminn er alveg klikkar samt með þetta. Það er alltaf bara use it, get married. Já, kanin er sko giftingar óður sko. Já, þeir eru líka bara, þeir eru alveg bara ófeimnir að fara í svona 5-6 hjónabönd sko. Heldur þú þeir eftir að gifta þig, Bjössi? Já, það held ég. En þú? Já, vonandi. Vonandi? Ok. Ég ræð því ekki einn. Nei, en þú veist, þú getur samt alveg svona reynt að... Já, það verður einn daginn. Ein sígaret það tekur 11 mínútur af lífiðinu. Já. Þetta hefur maður heyrt í auglýsingum og svona. Hættið að reykja krakkar og ekki nota eiturlyf. Viðbjóður. Svo er hérna, þegar þú verður 31 árs, þá ertu búin að lifa í milljard sekúndur. Shit, þú er búinn. Já, ég er með 2 ár betur. Já. Milljard sekúndur. Það er mjög mikið. Já. Hugsaðu stundum, sko, þegar þú ekki búin að gera neitt í heilan dag, hefur eitthvað hugsað svona hvað þessi dagur er mikið hlutfall af æviðinni? Nei. Þú veist, ég hugsa stundum, ég er ekki búin að gera neitt í dag. Það er samt bara svona einn af, hvað ætla maður að hafa marga daga? Bara í lífinu? Svona 10.000. Já. Nei, meira. Miklu meira. 30.000. Já. Þannig að þú bort að nýta hvern dag vel. Þannig að þetta er raunnið og svona 30 skall og eða nokkrum krónum í eitthvað kjátt. En tekur þú nokkra daga sem þú gerir ekkert? Nei, þú veist ekki alveg eitthvað, en þú veist bara kannski bara svona tíminu, maður er bara múin að eitthvað hanga, skilur, og bara eitthvað, þú veist, svona kemur einhver verk, meina ég, fattur þú? Þú veist, ég ligg ekkert bara að horfa á bara loftið, bara eitthvað... Þessi dagur er farin. Klukkan er bara 8. Því meira sem þú hugsaður að sofna, því minni líkur er á sofnir. Þetta þekki held ég allir. Já, sérstaklega ég. Já, ég þoli ekki þegar ég ligg upp í rúmi og byrjar að telja klukkutíma. Ok, ef ég sofna núna, þá er ég 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kíkjur á klukkan núna 3. Já, og svo 2 tímum setna, það er bara, fuck, nú 5. Já, það er ömurlegt. Já,
Það mjög leiðilegt að vera andvaka. Já, það er leiðilegast í heimi. Já. Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins. 60% fólk fer veikt í vinnuna. Já. Og þá ætla ég að mynda að ræða þig. Erst þú svona típa, hringdur þig inn veikan? Var eitthvað svona smá slegin? Ég held ég að bara hringt mig inn veikan þegar ég var ekki veikur. Já, ok. Fattaru? Já. En það var bara svona í gamla daga þegar maður nefndi ekki að vinna. Já, sama hér. Ég held einhvern veginn, sko, ég held þú getur eiginlega alltaf unnið, fattaru? Já. Þú veist aldrei það veikur, sko. Já. Ég tók alltaf mína 2 veikinadaga í vört. Já, alltaf 2 mánuði. Það lá við, sko. Þú varst ekki langvinnsælasti starfsmaður, það hljómar þannig með að við svona hvernig þú líst í, hvernig þú varst þannig. Allavega, ég var ekki að vinna þarna, ég var fínn upp á móralinn. Þetta voru sturlaða staðarindir. Þetta er Justin Timberlake. Það er önnur sturlaða staðarind. Selfossi eða eitthvað staðar í Grend, þá skora ég á því að fara beint niður í Tryggvaskála núna og taka þátt í Ísland gott talent. Það er verið að tjekka á hæfileikum á Selfossi í dag, fyrsti áfangastæður. Það er bara eitt skilyrði, þið verður að langa í 10 kúlur. Já, og svo er það Borgarnes á morgun. Þannig að vonandi sjáum sem flesta þar líka. Já. Hérna, talandi um hæfileika. Já. Þeir eru ekki til staðar í knattspyrnufélaginu Manchester United þess að það er ekki að gera þetta. Nei, sko nú er ég ekki alveg búinn að fylgjast nú vel með boltanum síðustu vikur, hvernig er að ganga hjá þínum mönnum? Ertu ekki búinn að fylgjast með, hvað er þetta eitthvað heftur, þú fylgjast alveg með fjölmiðlum, þú veist alveg það er allt í rugli þarna. Já, betur, þið voru að spila á laugardaginn ekki, hvernig fór það aftur? Við hverju voru að spila? 2-2 fyrir West Bromwich Albion og heimaðli. West Bromwich Albion, eru þeir ekki frekar lélegir eða? Jú, þeir eiga ekkert að vera neitt rosalega góður held ég. Þetta er veist það sem United-aðdandi, maður er orðinn allt og góður vanur. Já. Veistu eins og ég var að horfa á þetta á laugardaginn, mér langaði að dópa eitthvað inn í mér. Hvað var í gangi? Bara viðbjóður í gangi. Þú svo hérna í byrjun september og spilaði við Liverpool, það var nú svona oft verið svona mikil harka, svona, hvað maður segja, erkifjendur í Liverpool. Hvernig fór sáleikur eftir? Er það betur á lamin? Ég bara spyr, ég er ekki alveg með á hreinu hvernig þessi leikir hafa farið sístu viku. Þú ert með internetinu fram að þið. Við töpuðu 1-0 í deildinni, en við unnum Liverpool í deildabikandum um daginn, 1-0. Já, ok. Já, svona smá redemption. Já, því að við allavega geta bætt fyrir það þarna þegar ég spiluði við Manchester City þarna 22. eða ekki, hljóta að vunnið þann leika ekki. Shit, hvað fucking leður það? Ég er bara... Nei, byttu. Já, töpuðu því. Töpuðu 4-1. Þú ert búinn að vera leiðilegu fólk í 10 ár, sko. Og nú er þú bara aðeins að fá bræðinu í meðali. Já, og meðali mitt er vond. Mér langar ekki í það. En hvað er að gera þjó United? Það er bara allt í rugli þannig maður. Er þetta nýja þjálfarinn? Það er alveg sama hver hefði tekið við af Ferguson. Þetta er alltaf verið erfitt. Ég vil ekki henda honum í burtu strax. Bara gefa honum smá... Hann er ekki inn á vellinum. Þetta eru leikmennir sem voru að skýta á sig. Ég held að Burger King Anderson hafi verið að spila sin síðasta leik sem byrjunarliðsmaður hjá Manchester United. Já. Bara gæti ekkert. Það vantar 2 klassa miðjum, hann allavega einn. Er ekki, fyrir mig sem svona, aðila sem er fyrir utan í það. Mér fannst í fyrra eins og Manchester væri ekkert endilega með sterkasta hópinn og þá væri það svolítið svona þjálfarinn sem að var að láta, eða skilur við, fattar við, sem á heiðurinn skilið. Þannig að það er bara Percy getur ekkert alltaf komið og bjarga United. Nei, nákvæmlega. Þínu menn á skriði, Tottenham, til hamingju með þá. Já, takk. Og Gylfi með frábært mark um helgina, hann er heitur strákurinn. Það gleður okkur Íslandinga alla. Mikið, og hann minnir mér rosalega á Eið. Hjá Chelsea, það var alltaf verið að kaupa einhverja menn í stöðuna segðis, en Eiður skoppaði einhvern veginn alltaf tilbaka og verðist alltaf verið alveg eins með Gylfa. Já, Gylfi er að standa sér rosa vel. Skemmtilegt, ég minna á messuna sem er í kvöld, Gummi Ben og félagar fara yfir þetta allt saman. Ég ætla að vera mýga þegar United-leikunni síndu þar, en annars ætla ég að horfa á þann eðalþátt. Fáum auglýsingar, svo er það flottulega-keppnin. Skil lengi að skipta úr þessu umræðinni. Hvað, viltu bara með líð illa? Nei, ég kannski myndi ræða þetta í svona 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Horfðu þegar þú vilt. Tímaflakk í Vodafone sjónvarpi. Starfsmaður okkar á plani er í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Don't think of it as killing the president. Think of it as saving your family. Í kvöld á Stöð 2. Líf forsetans eða ástvina. I'm not gonna repeat myself. Hún hefur valið. I suggest you all listen very carefully. Magnaði spennuþættir með Toni Collette, Dylan McDermott og Tate Donovan í aðalhlutverkum. And no one will get hurt. Hostages, fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:10. I don't give up that easily. Stöð 2, margfald skemmtilegri.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Kills me, makes me feel alive. It drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Til að hlusta á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Ljúfir tónar hér og það komið að dagskrárlið sem heitir Flottulagakeppnin. Já. Og já, ég búinn að vinna síðustu 2, þannig að... Nei, bara síðustu, ég vann... Já, það var náttúrulega ég vann Jóngunar síðustu, ekki þig. Já, ég er ekki Jóngunar. Það er enda hárrétt þegar, þú ert allt annað maður. Hvað voru það að keppa í síðustu viku? Hvað vorustu þið maður? Maður sjá... Það er bara... Svona gömlu kallalög bara. Eitthvað svona gömlu kallalög. Já, við vorum síðast með boyband þema, ég og þú. Já, ég tapaði mjög ósanngjarnt þar. Já, ég man ekki þema hjá okkur síðast, en við erum með fínt þema núna. Já, við erum með mjög gott þema. Já, nú fyrir þátturinn að vera 2 ára, fyrir 95 Blö. Það er bara mánuður í það, þetta er fljótt að líða maður. Já. 2 ár síðan við byrjum. Já. Og við ætlum að hafa þema þetta, hvað er besta lagið sem hefur verið í spilun á stöðinni síðan að þátturinn byrjaði. Já, og svona sérstaklega svona í þættinum, þú veist. Já. Það var svona nokkur lög sem við höfum sérstaklega að spila mikið, sko. Það komu 2 lög til greina hönnir. Já. Þannig séð, og ég átti mjög erfitt með að velja á milli þeirra því það eru 2 lög sem ég er búinn að spila oftara heldur en nokkur önnur lög á þessari stöðu, það er alveg pottið, sko. Já. Og hvort ert þú búinn að velja þitt líka? Já, ég ekki að byrja á þér, ég byrjaði síðast. Byrjaði þú síðast? Já. Ok, þá skulum við byrja á mínum. Þetta var erfitt val hjá mér, eins og ég sagði, því að, já, Niggas in Paris er eitt af mínum allra uppáhalds, en ég ákvað að fara með My Gut. Já. Followed My Gut on this one. Og tók lagið sem að ég held að ég hef ekki spilað neitt lagið jafn oft í þættunum og þetta. Í flottu lagakeppninni, þemaðið er besta lag sem hefur verið í spilun á þessum 2 árum sem við erum búin að vera í lottinu og þetta er, ég veit ekki hvernig þú ætlar að topa þetta, Björn. Nei, ég meina... Varst þú að hugsa þetta lag líka kannski, eða var ég að stela þínu? Nei, alls ekki, þetta er fínt lag, sko. Fínt, geggja lag. Já, flott lag. Jay-Z og, já, Kanye West. En ég nefnilega... Why I Love You. Ástæðan fyrir að ég óttast ekkert núna. Tímið alltaf lækki sem við erum að gera, það er reglurnar. Það eru reglurnar. Já. Ástæðan fyrir að ég óttast ekkert er svo að ég er með besta lag sem hefur verið spilað í þessan þætti. Ætlar þú að taka Niggas in Paris eða? Nei. Hvað er þetta með? Ég er með FM 95 Blö lagið. Okkar? Já. Nei, það er bannað. Nei. Það er besta lagið. Það er bara lag. Það var í spilun á stöðinni. Það er taka FM 95 Blö lagið sem við sungum? Já. Nei. Akkur ekki? Hvað er ég að fara að keppa því sjálf á mig? Nei, eða þú veist, þetta er mitt framlag, fattur, þó að þú syngir í laginu. Hvort villi þá að ég finni eða ekki? Það er eitthvað sem þú eru að gera upp við sjálfa þig. Þetta er eins og skilur að þú væri með eina mynd. Þetta er pínu svindl að velja það lag. Nei, alls ekki. Velja FM 95 Blö lagið? Nei, ég meina það er besta lagið, við erum bara að velja lag. Það er eitthvað alveg geggja lag, en sko ég vil ekki halda með þér. Þetta er bara svo tóna. Mér finnst þú að vera svindla fyrir. Langt sér en þetta hefur fengið að heyrast. Þetta er bara besta lagið, við erum að keppa besta lagið. Ekki vera alltaf að kenna okkur dómarum. Don't hate the player, hate the game. Þetta geggja lag. Þetta er náttúrulega flottasta lag sem við fengið að heyrast þessu stöðu. Þetta saminar þáttinn og saminar þjóðina alla. Sko, ég veit ekki með hverju lagin ég held. Þú ert búin að koma inn í mjög skrítna aðstöðu hérna. Já, ég meina, við erum bara að keppa. Já, þetta er enda keppni og ég er mikill keppnismaður. En þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. Nú ringið þið í 511-0957 og greiðið atkvæði. Hvort er það Why I Love You So eða FM 95 Blö lagið, besta lagið. Ég var niður rúllis upp. FM, góðan daginn. Hæ. Hæ. Herðu, það er Öddi. Sem sagt, já, lagið sem ég valdi. Já. Er ekki lagið sem Öddi söng? Nei, það var svolítið mikið söng. Nákvæmlega, það var pínur stund. Nei, það er ekki söng. Takk fyrir að ringja. Já, það var geggja lag. Takk fyrir að ringja. Já, bye. Ok, bye. Sko, það var að sammála þessi hlustandi. Þú ert að reyna að manipulata fólk. FM, góðan daginn. Já, góðan dag. Já, góðan dag. Hann eru menn hressið, maður. Já, ég veist að ég er alltaf höfn. Eða ekki, hvað er verið að brasa? Er þið bara að vinna? Vinna, díla. Já, er verið að vinna, það er bara halvleg. Segðu. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það er klárlega Björn Bragi. Já, svindlarinn. Ég sjálfur er búinn að hlusta á þetta lag cirka 3000 sinnum í ykkar útgáfu. Ég elska það. Ég líka heyri hvað þú ert hress og það er væntanlega því þú varst að hlusta á lagið. Já,
Herru, ég þakka fyrir mig. Takk fyrir að ringja hennur. Bye. Þeir eru hvað lagið gerir fólk Alltaf hress. gaman að heyra svona, já, þetta var bara, ég heyrði það, þetta var bara eðal maður. Topp eintak af manni. Takk fyrir að ringja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú gott? Herru, bara fín. Ekki, hvað er þetta staður? Herru, ég er hérna upp í Ásónum. Ásón? Ok, Árbærin. Já. Hver fær þitt atkvæði í dag? Herru, það er Björn Bragi. Já. Gatt verið Árbæingurinn. Já, samsveitungur minn. Já. Nákvæmlega, við stöndum saman, þetta. Hver er bæjarstjórinn núna í Árbæ? Ekki hugmynd, ég er bara hérna að vinnunni og... Það er Óli í Skalla. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, bye. Þú fór komin yfir 2-1. Já, þannig virkar þetta. Hvað var það? Ég hef maður betra lag. Ekki einhverju JC aðdándur. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú gott? Ég segi fínt. Veistu hverju? Já. Já, pínum. En hver fær þitt atkvæði? Herðu, það er Uddi. Þarna þekki ég þig auðvitað. 2-2. Hitt lag er alveg frábært svona jamlag, en hitt er svona meira hlustaálag. Já, ég sammála því. Verður að vera sammála því. Mér er strendar FNF blöðlagið bara besta lag í heimi. Sérstaklega þarna Björn Bragi verið með honum á mánudaginn. Sérstaklega línan hann að Björn Bragi verið með honum á mánudaginn. Hún er svo insightful. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, takk, bye. 2-2. Það er mikil spenni í þessu. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði? Herru, það er JC. Það er JC, að sjálfsögðu, maður. Að sjálfsögðu. Ertu ekki feskur annars? Jú, ég er góður. Hitt er samt gott, sko. Já, hitt er nostalgía innu. Já. Takk fyrir að ringja. Já, takk. Ok, bye. Nostalgía, maður fyrir alveg aftur 2 ár. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Það er hann að maður var ekki hérna FNF blöðlagi. Já, tekur það? Ég verð bara að taka það, sko. Þetta er einum og gott eins og að sleppa af eitthvað svona, sko. Þetta er bara snilda lag, sko. Já, þess vegna mér finnst Björn bara að ég verið pínu að svindla að vera með það lag, sko. Alls ekki. Ég bara spila besta lagið. Fyrir mitt í staðinu, já, ok. Takk hjálpa að ringja, 3-3. Ok, herru, þetta fyrir að klárast hérna. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæra? Björn Bragi. Já. Það trú ekki að þetta var að vinna á laginu okkar. Mér finnst það algjör svindl. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, þá ég geti jafna 4-4 eða Bjössi 3-sigur. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herru, ég ætla að tryggja Björn Braga. Já! Svindlari, Bjössi. Nei, jöfull er ég ánægður með þig. Já, þá er það að lægja á leiðinu heim í dag. Það er líka svo gott að sjá Ödd að tapa. Já, ég er mjög ánægður með þetta. Já, takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Ödd, ég er að sjá ákveð munstur hérna sem er í gangi á það. Fyrst er Manchester United að tapa bara endalaust. Svo ert þú að tapa flotturlagkeppninni með lagi sem að þú samdir, eða texta. Það verður líka fallegt munstur á andlituna þegar nefnum er bara að koma að því hann. Og Coca-Cola kynna. What's up, ladies and gentlemen? This is Bam Margera from that Jackpot movie, and I am here in Iceland, and I'm planning a wedding here on October 5th. Ekki láta þig vanta í risabrúðkaup og tónleikaveistlum í boði Bam Margera í Listasafni Reykjavíkur þann 5. október næstkomandi. Bam Margera ætlar að leyfa þér að taka þátt í lokaatriði nýjustu kvikmynd kappans. Þetta er eitthvað sem að sannir Jackass-aðdándur ættu ekki að láta framhjá sig fara. Miðasala á miði.is. Be there or be square. Over and out. Bátur mánaðarins á Subway er pizzabátur og kostar aðeins 450 krónur. Pepperoni, pizzasósa og ostur og brakandi ferskt grænmeti. Subway, eins og þú vilt hafa. Á bensínstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu heldur áfram á Stöð 2 Sport. Arsenal mætir feikisterku liði Napoli. Kolbeinn Sigþórsson og félagar í Ajax taka á móti ítölsku risunum í AC Milan. Og Manchester City mætir Evrópumeisturum Bayern München í risaslag. Meistaramörkin verða á dagskrá í lok umferðar. Tryggðu þér besta sætið í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Það er rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Styttist í lagið á leiðinni heim en
Við ætlum að opna fyrir síma núna. Við fengum góðan gest til okkar í stúdíu áðan við Bjössi Bam Margera úr Tjakkas kominna til okkar. Og hann með tónleika í listasafni Reykjavíkur á laugardaginn, 5. október. Hvað er þetta eitthvað wedding eitthvað? Já, hann að gifta sig líka. Gifta sig á tónleikunum? Já, þetta svona tónleikar, gifting og líka vera að safna fyrir hjólabretta. Þetta er allt í einum graut. Já. Og hann gaf okkur leyfi hér áðan til að gefa nokkra miða á tónleikana. Þannig ef þið viljið skella ykkur í brúðkaupi á Bam Margera þá ringið þið í 511-0957 og við ætlum að gefa hérna nokkra miða, það ekki? Jó. Opna hérna, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þið langar að kíkja í brúðkaupi á Bam Margera? Já. Það ekki? Erstu aðdáandi Tjakkas myndana? Já, svona tæmilega. Já, hvað heitirðu? Ég heiti Íris. Íris, fallegt nafn. Hvað er stóttir? Ég heiti Þórsdóttir. Þórsdóttir. Herru, þú átt 2 miða, bara hérna, ég sendi þeir verði í bandi við þig. Ok, frábært. Hérna, byrju, já, ég þarf að taka niður númerið hérna, ég sé það hérna. 270. Ok, takk hérlega. Takk fyrir, bye. Við skulum gefa nokkra hérna í loftinu. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, þið langar að kíkja í brúðkaupi á Bam Margera? Já, dóttir mín langar að fara. Já, ok, hvað heitir dóttir þín? Hún heitir Hrafnhildur Einarsdóttir. Hrafnhildur Einars, hún er alveg komið aldrei eða ekki? Jú, ég fer með henni bara. Já, Hrafnhildur Einarsdóttir. Hún bara mætir hérna og verður á lista. Það er hérna hjá minn listan. Frábært. Já, bara nýja listan. Kæra takkir. Herru, bara takk fyrir að hringja. Takk, bye. Ok, bye. Heldur að þú er eftir að bjóða í svona stórt partí þegar þú giftið þig, Bjössi? Já, ég var nefnt að spája sko þegar ég gifti mig. Þá ætla ég að láta fólk ringi mér út á státt og vinna miða í brúðköpi. Já. Herru, ég langar því í brúðköpi að Bam Margera. Hringdu inn til Heiðars Austmann. FM, góðan daginn. Herru, þú vilt skella þér? Auðvitað. Hegi, hvað heitir þú? Sigurður heiti ég. Sigurður, hvað er svon? Guðnason. Sigurður Guðnason. Herru, þú kíkir á laugardaginn og tekur eitthvað með henn. Já, ég gera það. Það fyrir bara á lista þá að... Já, verður hérna á gestalista. Það er snill. Glæsilegt, góða skemmtun. Takk fyrir. Ok, þá erum við búin að gefa hérna, ég gef kannski nokkra off the air. Já, þú gleymir samt alveg að spyrja hvað fólk er tilbúið að Bam Margera fyrir miða. Það er rosalega. Ég fæ bara svona óþægendar. Og það var fítið hann á hann. Nei, svo góð líka. Aftur. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip-ba-da-bop. God damn! A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Let's go on! A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Oh! A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Sigur Fergi hér. Það er bara ekki rétt hjá henni. Nei, það er bara líf. Fullt af fólki hefur dáið í partíum og það eru skilabóð okkar ekki fara í partí. Ekki fara í partí. Styttist í lagi á leiðinni heim. Eðal smellur þar á ferð. En ég er að lesa hérna á Vísi að ég var enda búin að sjá þetta á Facebookina. Sölvi Tryggvason, fjölmiðlamaður. Já. Hann er að selja fötin sín. Já. Öll fötin sín. Og hérna stendur Sölvi fjölmiðlamaður setti meðal annars myndin af skyrtunni sínum sem að má sjá hér. Bíddu. Var hann ekki að gera þetta líka fyrir svona einhverjum 5-6 vikum? Já, hann á bara svo mikið að fötum örgulega. Já, ok. Og hérna skrifar hann, ætla að einfalda líf mitt og losa mig við stóran hluta af fataskapnum mínum í vikunni. Fullt af flottum fötum og alls konar merkjum og dóti. Jakkar, jakkaföt, skyrtur, skór, peysur og bólir. Stærðir yfirleitt 48 í jökkum, 32 í buxum, 42 í skóm og medium í hinnu. Þetta eru akkurat stærðirna mínar. Já. Er astanlegt þegar ég fyrir Sölva ára frá að kaupa á hann fötu það? Nei. Já, hann er ekki fullt af einhverjum svona flottum fötum. Mér sýnist það allavega, jakkanir hérna voða flottir. Jú, það held ég bara, hringdi ég hann. Bara kíkja bara núna. Bless þessari. Sætlinir. Við erum með sömu númer. En hefur þú einhvern mann hugsað að selja fötin? Nei, ég geymi öll föt sem að ég
nokkuð tíma klæðist. Ég hef aldrei hérna... Ég nefnilega var alveg til að vera með svona bás í kollabstunni. Við erum alltaf vinir mínar. En sko þegar Sölvi sett þetta á Facebook, þá var hann ekki þá að segja eitthvað svona hérna, þetta jakkin sem ég var í þegar ég tók viðtal við Geir Horti þarna... Já, ok, saga á baku jakkana? Já, þú veist, það var svona saga á baku jakkana, sko. Það nú ekki vera. Og ég var að spáði, þú getur verið með eitthvað svoleiðis, sko. Já. Þetta hérna hatturinn sem ég var með þegar Pétur tók köttinn og eitthvað svona. Þetta bólurinn sem ég var í þegar Sveppi meig á sig. Já, eitthvað svona, skilur. Já, þetta mjög snöðt hér. Þá ætla ég samt, sko, að vera með svona bás í kringlunni. Minn eigin bás, Sölvi. Þú myndir ekki fara í kólaportið? Jú, í kólaportinu mitt ég, hvað sagði, í kringlunni. Myndirðu hafa hátt verð á þessu af því að þú veist, þetta eru auddaföt, skilur? Hvað er þetta ekki auðvitað? Nei. Nei, af því að þú ert ofta að tala um eitthvað svona, þú veist, að þú sett... Er ég ofta að tala um hvað? Að þú sett svona á ákveðnum stað, skilur, og eitthvað svona... Hvað ætlaði? Nei, þú veist svona hvað... Þú veist alveg að það er fólk að núti sem kannski heldur að setja neyn þetta. Það fatt ekkert allir setja grína, sko. Nei, og þú varst eitthvað... Já, var ég að tala um hvað ég var miklum stað? Þú varst að segja að væri komin á ákveðin stað og svona að afrek þín væri tilefni til þess að fólk ætti að sýna meiri virðingu. Hvernig, einmar, ég bara fæði svona í magan. Bara ekki, hvernig myndi maður byrja svona samræður ekkert? Mér finnst ég nú meiri, þetta er ógeðslegt og ég sverða við ykkur hlustundur, þetta hef ég aldrei sagt, ekki hlusta á bullið í honum. Fáum hér Drake, svo er það lagið á leiðinni heim. Þetta er sem er geggjalag. Hvað númer notur í skóm? 42. Ok, þannig þú getur keitt skó af Sölvi og Tryggva? Ég held ég sé líka í þessum stærðum, sko. Ok. Við erum allir. Þessi strákarnir. Hold on, we're going home og það er akkurat það sem við Björn Bragi erum að fara að gera. Við erum að fara að koma okkur heim. Vel orðað. Við erum hins vegar eftir að fara í lagið á leiðinni heim og það er lag sem að vann flottulega keppnin í dag. Já, með miklum yfirburðum. Já, 5-2. Það getur aðeins verið númer 1. Veitu? Þetta var ekkert miklu með 5-2. There can only be one winner. Við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunum. Þú varst í síðasta sæti. Og takk ég vel á móti Rikka G sem er mættur hérna í stúdíu. Það ætlar að taka við okkur hvernig er... Já, ég ætla að spyrja. Ætlar þú að taka þátt í meistaramánuðinum? Ég hef ekki ákveðið það. Búin að setja einhver markmið? Nei, ég hef engin markmið í lífunu. Nei. En þú? Það er best, þá verður ekkert fyrir vonbröð. Já, nákvæmlega. Bara sleppa í öllu. Ég veit ekki, ég er svona að skoða þetta. Já. Finna mig kannski eitthvað. Þetta er, þú veist, það er alveg gaman að taka þátt í Hvað þarft þú að gera? Þegar nú verður þú oft talað um að þú sért svona, þú veist, búin að ná öllum þínum markmiðum og... Æ, þegiðu maður, shit, ég fegin að þessi vakt sé að vera búinn. Sért akkurat á þeim stað sem þú vilt vera. Hvað, ef það er eitthvað sem þú yrðir að gera? Yrðir að gera í mánuðinum? Já, því ég meina, þú getur alltaf orðið meira fitt heldur en þú ert núna. Já, ég hugsa að þú ert í fullkomnu formi eins og þú rótt að tala um sjálfur. Ef það er einhver að núti sem trúir, þá er ég leiðilegasti maður bara sem að hættir að vera í kringum hundi. Þú varst að fara úr bolnum hérna áðan og eitthvað svona sérðu fyndið, þú getur ekki þetta klíp í neitt, sagður þú? Það er hár rétt. Þetta er actually satt. Þetta er eitthvað þegar. Nú er andjók sagt þetta við mig áður, sko. Rikki G er komin í það. Það þarf ekki að hendi í mig pítsu. Já, nákvæmlega. Við erum tveir að vitnum í það. Það er komið að lokum hjá okkur í dag. Og líka þegar hann tala um ferilinn, skilur. Þegar hann byrjar hann 2000 í strákunum. Já, akkurat. 2000 í strákunum, nei, 2000 í 70 mínútur. Já, og hvernig leiðin hafi bara leið upp á við eitthvað svona, hann sé á tindinum. Við Sveppi verðum á morgun frá 4 til 6. Notaði actually orðið kast á toppnum. Sennilega beinu útsettingu frá Borgarnesi og endilega tjekka því. Og ef þið eruð á Selfossi núna, þá skora ég ykkur að fara í hvað heitir þetta, Tryggva skála og skrá okkur í gott talent. Það er verið að leita hæfileikum. Æ, ég heyrist ekkert í ykkur, leðilegt. Æ, ég heyrist ekkert hvað að segja. Þú veist hvað hann kallar hérna stuttarmabóla safnið sitt? Hvað kallar hann það? Packworm Museum. Þetta er að geða ykkur, Ríkard. Svo sagði hann líka, fyndi að ég sé að stýra þessu talentdæmi að því ég þekki talent svo vel, ég hef svo mjög... Æja, þá lækka ég Takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur, við heyrumst á morgun. Þetta lag vann flottilega keppnina, hefur ekki verið spilað á FM held ég heil lengi og endum bara á því. Þetta er FM 95 blöðlagi, heyrumst á morgun. Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Þetta er Líð 57 kynni. Happy New Year.
About Time. Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British Jones Dyer. Frábær rómatísk gamanmynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Never bring a present smaller than the child. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 3. október. Oh, shut up, you smug. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. About Time. Frumsýnd 4. október í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. 95 Blö á enda í dag. Þetta er Gimme Love með Ed Sheeran. Það er ekki geð sem er tekin við af Auða og Birni Braga. Þátturinn fyrir ná vísir.is núna mjög fljótlega. Það var skemmtilega þátturinn hjá þeim og fór í svona skemmtilega flottilega keppni og keppnin var það er besta lagi sem hefur verið í spilinu á FM í þessi 2 ár sem að þátturinn hefur verið í loftinu. Þetta er nú kannski eitt af þeim.